Komið sæl. Ég ætla að sýna hvernig við opnum nýtt bókhaldsár í TalkBókhaldskerfi. Áður en farið í að opna nýtt bókhaldsár þarf að ganga úr skugga að búið sé að klára að prenta alla reikninga á gamla árinu, þar að segja, það má ekki vera til opnir óprentaðir reikningar. Einnig þarf að vera nægjanlegt laust pláss á disknum sem geymir gögnin en uppfærsluforritið tékkar á því fyrir uppfærslu. Við byrjum á að fara í stofnupplýsingar og veljum aðgerðina opna nýtt bókhaldsár. Veljum síðan já hérna til að halda áfram. Veljum síðan gamla auðkenni fyrirtækisins og ákveðum nýtt auðkenni fyrir nýja árið. Gott að hafa sömu auðkennistafina og síðan 11 fyrir árið 2011. Síðan smellum við á staðfesta. Hérna hak við að saldódagbók verði til á nýja árinu með byrjunarstöðu nýs árs. Síðan staðfestum við hér. Nú hefur verið opnað nýtt ár í TalkBókhaldskerfi og hægt að byrja að vinna í því. Við veljum grunnur og velja fyrirtæki og veljum nýja árið okkar. Í dagbókarskráningu í fjárhag undir dagbækur hefur stofnast saldódagbók sem þarf að yfirfara og uppfæra. Þegar búið að uppfæra þá dagbók opnunarstaða 1.1. komin inn í fjárhagsbókhaldið. Þeir sem nota sjálfgefið fyrirtæki þurfa að breyta því eftir opnun nýs bókhaldsárs í nýja auðkennið. Það þarf að gera á hverju tölvu fyrir sig ef margar vélar að ræða. Sjálfgefið fyrirtæki valið hér. Við veljum auðkenni nýs árs og staðfestum. Viðskiptamannastaða hefur einnig uppfæst hjá þeim sem eru með viðskiptamannakerfi og birgðastaða hefur líka uppfæst yfir á nýja árið hjá þeim sem eru með birgðakerfið. Hægt að sækja alla þessar uppfærslu aftur með ákveðnum vinslum hér í stofnupplýsingum ef þurfa þykir. Takk fyrir og gangi ykkur vel.